Hjörvar. Já, góðan daginn, við erum velkomin á íbúðarráðsfund í Laugardal. Þetta fundur 49. 9. september. Við erum komin hérna með hann Heimismenn tilbaka og nýjan meðli. Og ég legg til að ég bara vindum okkur af stað. Fyrsta mál á dagskrá er tilnefning fornafélaga í íbúðarráðið. Við fengum hana bréf frá velferðarsvið. Það er Óskar Pétur Einarsson, velkomin. Ég bara, hlakka til að starfa með hérna í íbúðarráðinu. Og þetta er staðfest, Margrét, hvað er það? Sem ykkur það? Ok, þetta er bara lagt fyrir fundinn og þetta og það, ég veit ekki vel á mótum Óskari. Það bara fyrir í númer 2 eða nokkuð að fara á hratt. Ég er komin gírinn aftur. Já, einmitt. Hérna er tilkynningin í það minnsta. Takk fyrir stóð. Það virkar nú verðugt. Ég treysti þessu. Svo er það liðið 2. Tilnefning íbúðarsamtakanna í íbúðarráðið. Við bjóðum hana Lilju aftur velkomna. Kærlega fyrir að bjóða þér fram. Ragnheiður kemur eins og aðalbyrgisni, það sem aðalbyrgisni. Ok. Hvað heitir hún? Ragnheiður? Sverrisdóttir. Ok. Gaman að hitta hana ef hún kemur fyrir þig. Ok, frábært. Og þá frestum við aðeins þriðja lið. Við búumst við honum Jón Viðari. Hann er rétt og komin og svolítið. Ok. Við ekki bara klára þá, eða hvað, ekki sem þú fyrir klára þetta gæðana, þú veist. Nei, ok. Við erum bara í fjara lið og frestum að þriðja liðnum. Og við skilum að okkur umsögn fyrir Klettarsvæðið, þetta er Lækta Garða. Það er svona breyting á deiliskipulagi. Við tókum okkur saman á vinnuhópnum okkar og skilum inn í skipulagsskaptina okkar svari, þar sem við hvertum að gæta að útliti. Velkomin. Afsakið hvað ég sé. Það er góð. Það er setið, við erum að klára tókum einn lið fram fyrir og yfir þinn næst og þessu. Við vorum svona að fara fyrir saman og kannski ég sjálf fyrst skipti og en það eru ný gögn komin í hús, Lilja? Já, það er bara vakt athygli mín að þarna kemur breyting á deiliskipulagi vegna svæðisins og í því allavega þegar ég las það yfir þá fannst mér ekkert vísa í aðalskipulagi fyrir svæðið og ég velti jafnvel fyrir hvort þetta sé aðalskipulagsbreytinga því að þetta er náttúrulega hjá Öskinu og fær bara umfjöldlega þar. Ég veit að það eru margir íbúar hafa sent inn og það eru miklar áhyggjur af þessu og það verði bæði að þetta skerði gæði Laugarnesins sem náttúrulega vartar og svo bara, upplifin íbúa. En við tókum náttúrulega þennan vinkil þannig og íbúarsamtökin sendu inn, það var eitthvað sem gekk eitthvað aðeins yfir. Það sé ekkert meina að það segi því. Ok. Eru einhverjum með aðverðsendir á fjórða lið? Ég vil bara spyrja, það er verið að leggja áherslu á það að hús verði ekki of háreist á þessu svæði sem nú er búið að byggja þessa fyllingu og það er verið að bæta við fyllingu á milli hennar og Klettagarðaskólstöðvarinnar eða ekki rétt skilið og það er bara verið að skerpa á því að það eigi ekki að hafa of háreist hús á þessari komniðar og þessari viðbót líka. Er það ekki það sem þetta snýst? Þetta er deiliskipulag þar sem það var lagt til að kæmu 2 lóðir, en það er ekki búið að samþykkja þetta deiliskipulag, en það er bara til umræðu hjá umhverfisskipulagssviði og það eru margir íbúar og íbúarsamtökin og heimilar þessi sem hafa sett inn ábendingar líka að þetta gangi ekki, þetta sé ekki í samræmi við aðalskipulag. Ég bara bíð eftir því að þetta fái umfjöllun hjá umhverfisskipulagssviði og þetta þarf að vera í samræmi. Ok, fleiri spurningar? Nei, þá getum við gefið slökkviliðinu
Orðið, gjörðu svo vel. Þú erum með kynningu. Ég er með kynningur að klára. Já. Bara, það er þetta eins og við erum í streymi. Ég veit ekki hvað það hafi verið búið að upplýsa þig það. Nei, það er bara takk fyrir að láta okkur vita að það er ekki vandamál. Skemmtilega. Þú Þeir flettar að vita ef að einhverju er að spyrja þarna úti eitthvað ekki. Yes. En bara frábært að fá að hitta ykkur. Ég heiti Jón Viðar Matthíasson og er slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri á Almannavarna höfuðborgarsvæðinu sem með mér er Aldís sem er yfir forvarnasviðinu hjá okkur. Við vonum að við getum varpað einhver smá ljósi á ykkar spurningar og voru komna til okkar og sjálfsögðu reynum að svara eða koma einhverja aðrar spurningar upp á meðan við erum að finna þetta. Við reynum að gera það bara dálítið fyrir því bara sem flæðið er og kannski byrja aðeins að við reyndum að horfa á spurningarnar ykkar. Hérna náttúrulega erindi og greinagerðin og þið eru með ákveðnar spurningar, síðan er verið að vitna í bruna sem hafa verið, þessi hafi verið 87 eða eitthvað, þannig að ég þekki hann reyndar ekki. En hina brunana flesta hef ég tengst á einhvern máta. Til dæmis varðandi búsetuna ósamþykktu húsnæði að þá þekkir Aldís mjög vel. Það er eitt af meginfókusinn sem við erum með núna í skoðunaráætlun fyrir þetta ár. En við byrjum kannski bara á fyrstu glærunni, eða þessari glæru. Að þá þannig, eins og við þekkjum, þá heimasíðu okkar, þá brunavarnaáætlun gerð fyrir bara höfuðborgarsvæðið í heild sinni. Það lagaleg skylda okkar. Og síðan erum við með varðandi eldaneldi þá gefum við út eftirlitsáætlun fyrir hvert ár. Hún er aðgengileg á okkar heimasíðu líka og síðan samþykkt af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem er okkar eftirlitsstofnun. Og svo erum við náttúrulega með slökkviliðina samkvæmt reglugerð starfsemi slökkviliða. En ég vek athygli kannski að skoðun eftirlitsáætlun okkar fyrir árið ár númer 1, 2 og 3 búseta í atvinnuhúsnæði. Og svo erum við að taka stærri áætlun sem á höfuðborgarsvæðinu líka. Næstu kannski. Í brunaáætluninni eru fylgiskjöl. Það mikið lagt upp úr viðbragðstímann. Þetta eiginlega þykkasta fylgiskjalið síðan komið inn á forvarnir og kortlagninguna áætlun. Þá sjáum við koma þess inn og eftir hvaða áhættur hafa lent á ykkar svæði. Og svo önnur verkefni sem við tökum og eitt af öðrum verkefni sem skilgreind fyrir okkur eru sjúkraflutningar. Við erum að sinna þeim. Sjúkraflutningar ekki lagaleg skylda sveitarfélaga, heldur eru verktaki við ríkið með sjúkraflutningar. Eins einkennilegt og það við höfum sinnt sjúkraflutningum á höfuðborgarsvæðinu frá því við byrjuðum. Svona þetta bara. Næstu. Og reyna aðeins að taka inn fyrstu spurninguna hver ferlinn við uppfærslu brunaáætlunar þegar breytingar eru gerðar á landnýtingu og þéttingu byggða. Þá okkar áætlun bara byggð fyrir svæði í heild sinni og áætlun okkar tók gildi 2018 núna að runnin út en við fengum undanþáguákvæði til núna haustsins 24. Það eiginlega tvær ástæður fyrir því og önnur ástæðan sú að það verið að breyta fyrir kerfinu í kringum þetta. Núna hefur við skilurfinna í tölvukerfi sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að þróa. Það í þróun, ekki alveg búið að ljúka því. Og síðan vildum við bíða eftir nýrri úttekt á slökkviliðinu varðandi staðsetningu slökkvistöðvar sem kemur inn á eftir. En það eins og við sjáum þetta aðalega lagt upp með menntun og þjálfun og mönnun hjá okkur og stærstu áhættur. Og við erum alltaf að reyna að þróa því að bara síðastliðin ár hefur verið gífurleg fjölgun á svæðinu. Mér skilst að það sé að koma 16 bílar á göturnar hverju árið, þetta tölur sem að enginn hefði trúað eða einhverju hendi upp í loftið fyrir 10 ára síðan.
Þetta verður aldrei svona, þetta bara orðið svona. En svona erum við alltaf í endurskoða okkar umhverfi, tökum næst. Og svona varðandi landið þá númer 1 og 3, það sem svona aðal viðmiðin sem við höfum varðandi brunavatnsáætlunina, hvort við sem að ná í öll hverfin okkar á tilskildum tíma. Þegar viðbragðstíminn okkar hefur svo mikið að segja og þéttbýli hérna á höfuðborgarsvæðinu allt undir viðbragðstíma útkastsvæði 1 sem 10 mínútur. Þannig að þar kemur uppfærslan, það svona megin ástæðan fyrir uppfærslunni og náttúrulega í sjálfu sér stærri áhættur. Tökum næstu. Ég held ég sé svona koma aðeins inn á spurningarnar okkar aðeins. Hérna sjáum við til dæmis bara viðbragðstímann í brunavatnsáætlun. Þessi mynd hefur reyndar breyst, það orðið aðeins meira gult hérna á eitthvað svæði, en svæði í heild sinni bara á grænu, miðað við þá þær slökkvistöðvar sem við erum með núna. Það aðallega Skógarhlíðin sem sinnir svæðinu og síðan Tunguhálsinn þá númer 2. En hérna á álagstímum, á þessum tíma sem þetta var gert, þá sjáum við það dálítið gult hjá ykkur hérna í hverfinu. Og þessi mynd eiginlega fallegri heldur en raunstaðan í dag, bara út af þróuninni og álaginu og gatnakerfinu. Þess vegna erum við að leggja til ákveðnar breytingar á staðsetningu slökkvistöðva. Tökum næstu. Tíðalitir rautt þá yfir stuttuvítur? Já, rautt hérna aðeins upp aftur. Það hérna rautt 15 til 20 mínútur og svo blátt 20 til 30 mínútur og við sjáum það hérna upp á Kjalarnesi. Þar erum við með bækistöð sem mannaðir af mönnum sem hlutastarfi hjá okkur. Þannig að það ekki inn í þessari keyrslu. Og þeir með bíl? Já, þau eru með alveg alltaf búna í... Já, það alveg með sjúkrabíl líka. Ok, flott. En brunavatnsáætlun ekki sundurliðuð hjá okkur eftir hverfum eða sveitarfélögum, þetta bara svæði í heild sinni. Þannig að við erum ekki að taka og endurskoða þó að sé einhverjar smá breytingar í hverfunum því að það alveg rosalega bara mikil vinna fyrir okkur að þú vinna myndi skila árangur. Því að það allstað að snert alla bletti út allt, þannig að þyrftum að kannski bara hafa 2-3 aðila í vinnu eða. Já, skil. Nú sem stæða þannig að Laugardalurinn að fara að vera stærsta hverfi Íslands þegar fréttingu lýkur. Ég geti trúið því að þetta ansi stórt landsvæði sem við hafið og mikið af gömlu iðnaðarhverfum sem að breytast í íbúðarhverfi. Það svona grunnprinsipið þessi þróun borga og byggða að gömlu iðnaðarsvæðin hverfa í raun og veru fyrir íbúðarsvæðin. Það bara þekkt, til dæmis var ég nú á fundi með kollegum okkar slökkviliðsstjóra höfuðborgar Norðurlanda og þá allstaðar gömlu svæði niður höfnina sem áður fyrir voru athafnasvæði núna lúxussvæði í íbúðarhverfi. Það bara einhvern þróunin. Og ég aðeins bremsa, Sara og Friðjón, sjáu þið ekki öll kynninguna? Nei, ég sá hann ekki. Ég fór bara í gögnin. Ég með hana fyrir fram, ég fylgja honum bara. Ég ekki með gögnin. Og ég sé ekki kynninguna, heldur sé ég bara það view hjá þér eins og local view hjá þér. Ég reyna að bæta úr þessu. Það sendum líka kynningi hjá sjálfs. En hérna sjáum við svona hryggjarstykkið í þessu mælikvarðinu okkar fyrst og fremst viðbragðstími og stærri áhættu. Stærri áhættuna dálítið svona að ramma inn þau verkefni sem að borðinu á Valdísi og fókus á eftir. Það ofta farið í heimsóknir stærri áhættu, þetta bara venjulega áhættur. Ef við tökum næstu glæru. Og aðlögunartími brottun fyrirtæki eða breytingar og rúmur skapast einhver hætta fyrir íbúi eða fyrirtæki. Þar erum við með áhættugreiningar á þessu áhættu hjá okkur.
og við erum ekki að fara í dítilgreiningar á því þegar einhver er að flytja eða loka. En ef þetta er stærri áhættu þá fá þeir árlega heimsókn frá okkur, þannig að við getum þá fylgst með sem dæmi til dæmis Hringrás sem er á leið út úr hverfinu. Þar er allan að farið í minnsta kosti einu sinni á ári. Ég heyrði einmitt í eftirlitsmannum sem sér það fyrir okkur að þá var hann einmitt að tala það að þeir væru hreinlega að pakka. Það þurfti eitthvað að fara til þeirra fyrir einhverju síðan og út af einhverjum ábendingum sem komu. Það var síðan allt lagað. Þetta náttúrulega eitt af þessum fyrirtæki sem bara gerur það sem við býðum strax. Þeir hafa náttúrulega smá sögu. Það við þekkjum. Tökum næstu. En við tökum hérna til dæmis bara hverfið ykkar sem nú eins og ég segir ansi stórt hérna. Athafnasvæði sem að breytast. Og rýnum aðeins betur inn í hvaða áhættur eru eiginlega á ykkar svæði. Tökum næstu. Þá sjáum við hérna bara yfirlit yfir höfuðborgarsvæðið, allir rauðu punktarnir sem eru. Við þekkjum hérna álveri til dæmis og það Atlantsolía og alls konar fyrirtæki sem eru með hérna. Turnarnir, Smáralind og Smáralindin. Og sjáum við nú ykkar svæðið eru ansi margir rauðu punktar. Ég bý í einum. Þú býrð í einum. Hólfahúsi. Já, nokkulega. Er það ekki Austurbrún eða það? Nei, það Brítatún. Og þetta er í þessu fylgiskjali hérna sem fylgiskjal 2, fylgirrit 2 er á heimasíðunni hjá okkur. En við tókum aðeins hérna töfluna fyrir næstu glæru og ég held ég ekki yfirsést eitt en eitt af þessu. En þarna erum við með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punkta. Til þess vöruhótelinu bæði, þeir eru ykkar svæði. En mikið af þessum áhættum sem við þarna eru byggð náttúrulega öflugu slökkvikerfi og viðbúnað í húsinu sjálfu. Þannig að eitt bara að vera með hættulega starfsemi kallar á það að það kemur krafa rosalega mikið af alls konar búnaði sem hjálpar okkur við slökkvistarfi. Þetta er ekki bara áhætta sem látin bara vera, heldur kemur krafa. Við tökum næstu. Og hérna raun og veru erum við að tala viðbragðstímann aðeins hérna ofar hérna sko þá allt grænt hérna uppi. Þú gult hérna hér niðri hérna. Þannig að þá eiginlega verið að reyna að herma þetta við bestu aðstæður og erfiðar aðstæður. En eins og ég sagði áðan það er meira gult í raun heldur en að þessi mynd sýnir því að þetta mynd sem gerð 2008. Og til þess að bregðast við því ef við förum aðeins neðar í þessu. Að þau sjáum bara hérna greiningar til dæmis við tökum hérna Hringrás sem dæmi. Þá ein stöð komin innan 10 mínútur og það Skógarhlíðin. Síðan eftir milli 10 til 15 mínútur þá allar stöðvar komnar á staðinn. Þannig við erum ekki bara innan 10 mínútur ein stöð og síðan ekki með næsta stöð til 30 mínútur. Við sjáum alveg hvernig þetta að menn eru fljótir að koma með stöð 2 og 3 og 4 á staðinn. Við sjáum bara Hvalfjarðargöngin hérna sem náttúrulega ekki á ykkur svæði, en þar til dæmis fyrsti bíll kominn eftir 15 til 20 mínútur. Við sjáum bara munin á viðbragðstíma, þannig að fá svona marga dælubíla og svona mikið mannskap á staðinn á ekki lengri tíma þetta náttúrulega mjög gott. Ekki stöð á Akranesi? Ekki stöð á Akranesi? Jú, hún kemur líka bara hinum en ég held að hún sé ekkert mikið fljótari heldur en stöðun okkar sem upp í Múlbæ. Það svona svipaðar vegalengdir. Þannig að þetta sjáum við allavega hvernig við erum að horfa á þetta og hvaða greiningar við erum að gera og hvernig við vinnum með þetta. Og hérna sjáum við, Laugarstöðuhöllin lendir hérna, það ekki byggingin, þetta bara atburðir sem á sér stað í byggingin. Stærri atburðir, stóri tónleikar eða eitthvað annað sem kalla bara á aukið viðbragð út af mannfjölda. Og lögreglustöðin það bara því að það lögreglustöð.
Þannig að sjáu í rauninu þetta hvernig þetta er höfðaturninn, gott viðbragð. Vorum þetta brunað í höfðaturninn núna í Við vorum var við það. Já. Það gekk bara afskaplega vel. Þar til þessi dæmi virkuð að innra kerfi byggingarna afskaplega vel, sem að sýnir hvað það er mikilvægt að það sé reglulegt eftirlit með því. Og við förum í höfðaturninn eða farið í einu sinni ári. Það voru sprinklerar þar í. Voru sprinklerar inn í glerrýminu. Já. Og það sem er svo sérstakt við það að fólk áttar sig kannski ekki á því að þeir eru sérhannaðir að því að þeir glerbygging sem er byggðu utan á húsið, þá hefur svona helst áætlanir ef það er kveiknaðar í og það brjóti gluggana í húsinu við hliðina og þannig farið eldur niður. Þannig að sprinklerinn var í rammanum sem snerti húsið. Já. Og kælir þá niður gösin og eldin og annað, þannig að það er eiginlega enga líkur eða litla líkur að fara yfir í næsta hús. Það var bara að drifna. Já, og eiginlega vatnsmagnið þarna var alveg ótrúlegt og akkurat klæðið bara virkaði eins og það virkaði. Gott. Tökum næstu. Og síðan hérna, eins og kemur þá þetta ekki sundurliða hjá okkur bara sem undirstrika, en við erum þetta með tilmæli hérna á eftir sem að gera það að verka með viljum kannski komin í skipulagsferli meira heldur en við gerum í dag. Viðbragðs af okkur og aðkomu áætlanir eru fyrir alla helstu áhættur og yfirleitt eru svona skipulagsbreytingar ekki að hafa mikil áhrif á áætlanir slökkviliðsins. En þetta er svona einhver sem við þurfum bara að bregðast við og lifa með. Þetta er þóttum bara háði hvað er til þess með hringrás, þá var farið í mikla skoðun og allir þeirri starfsemi þegar eldurinn var hérna 2004 í nóvember eitthvað líkt. Og þannig að auðvitað er alltaf ákveðin áhætta þegar fyrirtæki er að fara eitthvað annað. Fókusinn á reksturinn kannski dofnar eitthvað. En við erum ekki að koma að því. Tökum næstu. Og okkar fókusi er bara forvarnir á þessu stærri áætlun. Við erum í góðu samstarfi við skipulagsyfirvöld varðandi aðkomu okkar. Við fáum til okkar alla lokanir og vegum og þitt og þetta. Þannig að við getum þá vitum hvað er lokað eða haft skoðunar, ekki lokað þessu, hérna þessu og þessu, byrjiði bara þessu og við komumst á hérna. Þannig að það er gott samstarf hérna og við fáum til umsagna. Og þetta er svona, já, grunnurinn í því sem við erum að gera. Þannig að svarið er að við erum bara á tánum varðandi forvarnarhliðina og við erum að hafa áhrif á hérna, breytingarna sjálfa með því að tryggja okkar aðkomu. Og lengra hefur það ekki náð. Það var spurningu 2, ég held að við tökum næstu glæru. Þá erum við komin á 3. Hefur frumvarpsnáttúrulega verið uppfærð fyrir þessi hverfi? Nei, í raun og veru ekki, en í nýlegum tillögum okkar þá erum við svona að gera ráð fyrir að ef það eru mikla breytingar og annað á hverfum og gatnakerfum þá verður við höfðum meira með. Það er ekki þannig núna. Og svo óskum við eftir hérna sérstakur kafli verði í svæðisskipulagi. Það sem við getum haft áhrif og þetta er bara það mikið umfang og mikla breytingar að við viljum gera ráð fyrir að sé einn slökkvistöð á þessu svæði. Það er svona alveg að trimmast inn. Og hérna, þetta er svona aukið samráð milli aðila, þetta sé ekki orðið svona síló en við erum að þjóna öllu höfuðborgarsvæðinu, þannig að öll sveitarfélögin eiga okkur, þannig við þurfum að tala þá við 6 aðila. Og það hefur svona gengið bara ágætlega en alltaf má bæta ákveðna hluti. Tökum næstu. Hér til dæmis er eitt sem er áhugavert fyrir ykkur kannski að vita og menn er ekki enn til að kveikja á. Að borgarlínan, hún nýtist okkur sem forgangsakrein. Þannig að
við erum komast hraðar í gegnum hverfið og inn til ykkar og annara því að borgarlínan að tala við okkur. Og við getum eftir ímyndað ef við myndum ekki hafa forgangsakreininna fyrir strætó og Miklubrautinni sem er bara okkar lífæði gegnum Miklubrautinni því að þar að fara dálítið mikið niður á spítalann. Þá værum við bara fastir í umferðinni dálítið mikið á morgnana. Menn gleyma því ofta að með borgarlínuna að þessi viðbragðshluti í henni. Ykkur næstu. Og svo kannski hérna eitt sem við erum að leggja til í nýrri skýrslu að það verði í raun þegar menn eru búin að ákveða hvar Sundabrautin á að vera og hvernig að það verði byggð slökkvistöð hérna eða Sundabrautin verður þarna. Sem að náttúrulega kemur til með að bæta viðbragðstímann í ykkar hverfi. Þetta raun og veru verið að loka stöðinni upp í Tunguási og flytja hana þangað. Það verið núna í kortunum að byggja slökkvistöð upp í Tónahvarf sem rétt og örughvarf á það, tengslu við Arnarnesvegi. Þannig að þetta raun og veru uppfærslan sem verður þá enn og aftur bara viðbragðstíminn og mannaflinn og geta okkar til þess að bregðast við. Þannig að þetta eru mjög jákvæðar breytingar fyrir ykkar hverfi. Við tökum næstu. Svona heldurinn er kannski tækifæri áður en höldum áfram að heldur við sem nokkuð veginn búin að svara spurningarna voru dálítið snúnar að svara akkúrat já og nei. En við erum búin að fara yfir uppfærslan sko raun og veru ekki eftir hvernig hverfið þróast, heldur þetta stærri áætlun sem við gerum. Við tökum þátt í stundum varðandi viðbragðstímann. Aðlögunartími skapast án hætta fyrir íbúa. Já, það getur náttúrulega verið það ef þú ert ekki með fókusun á starfseminni, en aftur á móti erum við með í þessar stóru áhættur eftirlitsferðir einu sinni á ári og þessar stærri áhættur eru ofsalega bara fókusir að hafa hlutina leið. Hafa brunaáætlun verið uppfærðar fyrir Voga og Vogabyggð, Kirkjusand og önnur uppbyggingarsvæði. Að þar erum við ekki búin að uppfæra þetta því það erum að uppfæra brunaáætlun í heild sinni sem verður núna í haust. Og hluta því að leggja til að setja nýja slökkvistöð við Sundabraut eða það sem verður þannig sem bætir það ykkar stæðir. En við kannski ætlum aðeins að fara í gegnum þessa bruna. Þegar mér er svo minnistætt þetta var stjórnandi á vettvangi þarna. Það var náttúrulega gerð úttekt Brunamálastofnunar á þeim tíma sem núna heitir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það var farið þróun vinnu sem Hringrás bar ábyrgð á, Mannvit vann það fyrir á og síðan var önnur skýrsla gerð varðandi Hringrás líka og þar var farið að flokka þetta alveg í sundur og vinna meira með þetta og þannig að það er viðráðanlegra fyrir okkur að vinna með það. Til dæmis þegar bruninn var þarna sjálfur og þá tókum við það að við fórum og tókum úr haugnum, keyrðum yfir á næstu lóð og slökktum í þar og þannig náðum við svolítið utan þetta. En svona eftir á hyggja að þetta var eina leiðin fyrir okkur að ná utan með brunann. En slökkviliðið lenti í skaðabótaskyldu upp á þeim tíma 25 milljónir af því að við vorum að menga lóðinu við hliðina. Það skipti jarðveginn. Við heldum að við varum á bjargvagni sem átti á heim við hliðina, en það var mjög dýrt útkall fyrir okkur. Þetta náttúrulega var mjög eftirminnilegt og erfitt útkall bæði verkið sjálft á vettvangi því að við lentum að töluvert okkar starfsmönnum sem voru að vinna við þetta útkall voru bara veikir. Bara veikir marga mánuði eftir. En aftur á móti náttúrulega var gífurlega mikið fjöldi. Þessi stærsta rýming sem átti sér stað á höfuðborgarsvæðinu, það var þessi grunn. Og það var alveg aðdáunarlegt að fylgjast með hvað fólk var einhvern veginn rólegt og tók þátt í þessu og vann með okkur, sem var bara virkilega gott. En þetta var ekki auðvelt. Meira bakvið næstu. Síðasta. Já, það ekki? Síðasta. Þannig að varðandi hina brunana þá Fellsmúla
þá var það raunur einhver hitagæði sem að upp í og náðum svo sem ágætlega stökum á því innan ákveðins tíma, var gott veður og leikmenn voru upp en settist lengst það niður við einhvern kring. Þetta raunur bara hluti af samfélaginu, svona hluti koma fyrir en við erum með vöktum á öllum stærri áættum í minnst einu sinni ári og svona náttúrulega nú varandi búsetja í atvinnuhúsnæði þá það komið inn í, ekki komið inn í reglugerð en á leiðinni í reglugerð okkur beri skylda að skoða slíkt húsnæði. Hvað gleymi þú? Nei, þetta sé bara að fyrir samantækt ákvæðum. Endilega komið með einhverja spurningar eða ekki svara. Einhvern svona frá beinist bara veðringar að svara svona seint, þetta er bara búin á milli skils og bryggju. Já, það er jafnargóðið fyrir spurningar. Hversu vel það sem Já, þetta fyrir og það samantækt og þetta komið eftirlega frá og ég fylgdi að því að það var 93 sem að bann fyrir Íslandsflæða og það var nýflutti íbúðar sem var nýformála það var allt sópað. Það sem dæmi. Það var túmi dýnur eitthvað. Og þetta svona opnaði svolítið augum að skapast því að búa nálægt inn að þessu svæði. En það ekki þess sem að við erum að senda þetta erindi. Heldur náttúrulega vegna þess að við sjáum þessar fréttir og einn bruni sem að við náttúrulega hafðum á sem að það var teppalagði sem brann þetta var í Skeifunni, það var Fengnelbruni og á þeim tíma og svo náttúrulega brunin í stóri brunin í Skeifunni sem var og það er náttúrulega bara við hliðina bensínstöð við stóðum 2 bensínstöðar og maður það var svona hluti sem var kannski kom upp í hugan hjá okkur sem búin að vera hérna lengi en það var alltaf verið að biðja okkur náttúrulega að koma að skipulagsumsögnum og þess vegna er það líka ef við erum að vinna alltaf leið og eins og fyrir Vogabyggðina þar er verið að byggja upp skipuleggi hverfið í Pöstum en þar í rauninni þá verið að leyfa búsetu í húsnæði við hliðina á húsnæði sem svo á leiðinni einhvers konar umbreytingu innan húsnæði sem ennþá nýtt sem slíkt og þá væntanlega fellist það á undirpunkt eftirlit sem að þú ert að lýsa eða sem þú ert að Já, við erum búin að vera að skoða töluverðsenda búsetu á þessu svæði og ef maður vissi það ekki, ef maður myndi fletta þessu upp í fasteignaskrá þá myndum við bara halda þetta væri íbúðarhúsnæði og marka þessu. Og við komum og svo er að koma við hvetjum í rauninni fólk til þess að leggja inn teikningar, best að fara bara hefðbundna leið og þarna er búið að breyta skipulagi þannig að það er á hlutasvæðinu hægt að vera með íbúðir og þá er einmitt áhugavert, það er ljós að það var minni skipulagsskilmálum að máttu ekki vera útkragandi svalir hérna á einu svæðinu. Og af því að þegar byggðu hús og það var frekar litlar einingar þá var ekki raunhæft að fólk væri að fara að vera með innbyggðarsvalir sem á aðra flóttaleið, það er skilyrði fyrir því að við veitum jákvæða umsókn síðan í hönnunarstigi. Þannig að þar kom svona samtal við skipulagsyfirvöld og lauk með rauninni breytingu á þessu skipulagi, þannig að það voru leyfðar grunnar svalir útkragandi, þannig að það væri rauninni raunhæfur valkostur og svo þá það var aukaverð í að skipta út gluggum. En þetta er rétt, það eru þarna búsetur og það er kannski bara dekkjaverkstæði og meira henni eða alls konar atvinnustarfsemi. En við treystum svolítið á hönnunarstigi þá eru brunavarnir rýndar og eiga að vera í takt við þá notkun sem er ákveðin aðskilnaður af einhverju íbúðarhúsnæðis og atvinnustarfsemi. Það eigi ekki að skapast einhætta. Ef ég má halda áfram, það var hlutir, það breytist í landnotkun eins og við erum bara í Sæbrautina stór bílastæði sem fulla bílum og bílum með fulla bensíntanka tilbúin í
þarna týndir náttúrulega vera, þetta ekki svona venjuleg nýting á bílastæðum, það eru ekki fulla bílum sem bíða bara fulla bensinni. Þannig að það svona kannski eitthvað sem að kom upp í hugan, en svo vekur athygli náttúrulega og svo sem taldi ég að vera líklegt að við værum farin að vera á í viðbragðstíma af því að umferðarteppurnar í hverfinu eru orðnar feitalegar og ég nú bara hef alveg velt fyrir mér og væri áhugavert að heyra eitthvað kannski álit hvort það væri kominn sá tími að mann bara í rauninni taka frá akrein og því að það var ekki verið hægt að setja framgangsakreinar fyrir strætó og aðra slíka sætbrautina, hvort við þurfum að fara að takmarka hreinlega plássið sem að fólk fari á sætbrautinni. Á meðan að umferðarteppan er að fara á þessum álagstímum að það sé alltaf að vera akreininni laus og það verður bara bílaleikja svolítið lengur. Hún gengur ekki pæri. Nei, sjálfsög ekki og svo kannski teppan stundum svolítið mikið í aðra átt en ekki í hina áttina. Og við búum við það að geta sent og gera það úr 2 áttum í verkefni. Segjum kannski úr Góðhliðinni eða út Gálsi eða Jafnugón og Skálugötu í Mosfell. Það lengist í fyrstinni eða kemur það. Þannig að við erum svolítið að vinna með það og erum síðan að binda vonir við það að borgarlínan og þær breytingar sem hún hefur för með sér skili þá einhverju langtíma áhrifum fyrir okkur. Og svo náttúrulega núna erum við komin með ljósa stýringar, þannig að við ítum að taka í bílum okkar þá kemur grænt á ljósin fyrir okkur og tæmast göturnar hraðar. Þannig að það eru þau verkfæri sem við eigum akkúrat núna. Ég er ekki endilega viss að það myndi bæta að fara í einhverjar stærri aðgerðir gagnvart flæðina, myndi ég bara lengja teppuna. En við erum alltaf með bakvið að senda út 2 áttum. Þannig að ég var heima uppi á Árba sjálfur og á morgnana skynja ég að það er teppa í leiðina mér inn á stöð. En það er greitt í hina áttina, þá erum við að senda oft 2 áttum. Svæðin einhvern veginn byggjast svolítið þannig upp að það er mjög sjaldan sem er algjörlega teppanum á bara mjög afmörkuðu svæði í báðar áttum. Já, við miður það gerist það með að Suðurlandsbrautin og það er marga af þessum í netinu sem að safnast hér við þessum samfélagum og svona það er bara þétt í og þá getur það algjörlega lent í því að það komist ekki. En það er gott að heyra að þið hafið svona eitthvað. Við erum að taka í dælubrjóðum sem að vítum á þá kemur þessi svo kallar græna bylgja. Strætó þetta með það líka. Það er ljómandi, það er gott að fá samtal. Svo auðvitað myndi ég vilja segja okkur bara að fara í Holtagarðar, það er þú að byggja þarna. Það er óttið það. Við erum með svo mikla sérfar. Já, þetta er bara skemma, þannig að það er ekki nýtt. En hérna hana bara þetta, hún er alveg ókipis. Ég meina eins og þetta spurningu vatnsveitan verið nægjanlegt fyrir þess að eitthvað við byrjum, það var veita henni. Það er svona almennt vatnsveitukerfi hjá okkur á Íslandi bara mjög gott. Svo er náttúrulega eldri hverfi sem að eru með þröng svæði á einhverjum stöðum og þá er yfirleitt farið í úrbætur á því leið og uppbygging á sér stað. Það er ekki svona cirka þemað í þessu. Jú, og það ætti raun að vera kannað á hönnunarstigi þegar það vita hvaða byggingavagn er að koma, hvort að ef það er augljóslega engin slökkvastörf heldur en það sem fyrir var, að þá eru kannski ekki nákvæmlega rannsóknir á því, en ef það er verið að byggja ábyrgðandi starfa, þá ætti að byggja skoðun af því samtímis. Það er líka hugað þráinverstum. Ég kannski með eina svona styrta frá og var hús ég starfaði á Reykjavíkurborg og ég kem svo þegar ég að taka á móti lífverðum sem hér verður brotið til Íslands. Þannig að við sjáum mjög ofta þetta býr sem byggjast í búa
einhvers staðar með miðlægt opinbert þar sem við getum skoðað sem bara með heilsueftirlit og hún starfsleyfi. Við getum farið bara á síðu heilsueftirlit sem allir hvernig búið veita starfsleyfi. Einhvers staðar sem er búið að viðurkenna eða samþykkja fyrir kíkar út það og ég get séð og skoða bara já, ok, það hefur voðanum og samþykkja þetta sett í eða ég búið áherslu. Það er eitthvað svona, Sko, en það er að samþykkja byggingafulltrúa, en þú ert að meina hvort að við séum svona búin að leggja blessun okkar yfir brunavarnir. ég var að vinna með allt sem ég í daglistöðum Já. Svo þetta er ekki vilt svona fólk getur flent þessu. Okkar verkferð núna er að við, já, svo sem sagt þá samþykkjum aldrei neitt en við endum málin á bréfi þar sem við segjum að brunavarnir séu komnar á þann stað að við munum ekki aðhafast frekar. En það þýðir þá að einhverju eins og lágmarksöryggi ætti að vera orðið tryggt fyrir þessa notkun sem búsetu. Þegar við sjáum að ef við verðum vör við að það séu börn og brunavörnum er ábúnamann, þá sendum við tilkynningu til barnaverndar. Við gerum það og það er svo bara nýlega að fara að verða svona straumlínulagara verkferli. Það er samt ekkert fullkomið kerfi, við erum bara með heimilisfang og smá staðfestingu innan byggingar. Barnamenn myndi helst til að fá nafn og kennitölur eða nafn foreldra eða kennitölur þeirra. Þannig að við erum sendum boltan yfir en vitum síðan ekki hvernig er unnið úr þeim málum. En okkur finnst bara að vera skylda til þess að upplýsa að þarna sé barn sem búið við mögulega hættulegar aðstæður. Þannig að það ákveða uppsýna hjá skipstjórn. Já, en svo er þetta hægt að þetta eru ekki stundamál. Ef þú ert með ákveðin heimilisfang í huga að þá má bara senda fyrirspurn. Við veitum þetta bara opið upplýsingar. Já. Það var líka einhver breyting á þjóðskrá að geta skrá búsetu. Já. Var það ekki einn breyting sem var í pípunum? Jú, sko ef fólk er skráð óstaðsett í hús í sveitarfélagi, að þá er núna að hefjast möguleiki á að skrá sig samt til heimilis í atvinnuhúsnæði. Og ég fekk reyndar nýlega fyrirspurn með svona, hvort við ekki fara að loka málum og senda svona bréf af því að það var einhver sem ætlaði að sækja húsnæðisbætur og sagði að Tryggingastofnun væri að yfir þetta. En ég þekki ekki þann vinkil, sko. Ég hélt að það væri ekki veittar húsnæðisbætur í svona, en þar birtist Tryggingastofnun hafa sendað sér með skilmála. En aftur ég hef ekki hvernig að uppruna þeirra skilabóða hvort það sé misskilningur eða. Já, endilega. Fleiri spurningar? Takk fyrir að fá að koma og við viljum oft kannski hafa heiminn að þessu, hann er bara svo margbreytilegur og fjölbreytilegur. Það er rosalega mikilvægt að vera vakandi eigið öryggi og við hvetjum fyrir mótkorðina til okkur. Við erum með reykskína heim með okkur, helst samtengda. Ég með alltaf á einu. Það er þekki sem er ekki með það. Ég að setja börnir með leikskóla og öllum íslum. Já. Við erum með góða. Kæra þakki fyrir. Já, það er komin. Já, það er bara eins og eitt sem okkur dagar. Þriðja lið, lokið, sem er eiginlega fjórða lið. Og næsta dagskrá, nema ég hafi einhver athugasemdir. Nei. Er tillaga íbúðarráðs umferðaröryggi við Dalbraut og Sundabraut sem eru drög sem fengum að senda inn. Hann greip það mál áður hann fór og sko tók við þá hann fór hann á uppfæri fyrir mig sjálfið. Textin eins og hana skilðum. Já, ég held það ég ætla að senda hann inn á daginn þar segist til Elísabethar.
Lagt er til að íbúðarráð samþykki að beina því til umhverfis- og skipulagsráðherra að bæta umbrúki bíla með beygjulysi þegar keyrt verður Dalbraut að Sundagörðum og beint eftir vinstri inn Sæbraut. Þarna er fólk komið í krabba þegar stóru ökutæki byrgja augnunum sín á umferð og gagnstæðri átt. Ökumenn sem keyra frá Sundagörðum til suðurs yfir gatnamótin og inn á Dalbraut hindra sín aðra sem koma samsíða og eru á leið beint yfir stundum og tölurum hraða sem gerir fyrirgreinda vinstri beygju hættulega. Svo er hann mynd. Rosa high-tech, flott mynd. Ég legg þetta þá til samþykkis fyrir íbúðarráð til að senda þetta inn sem tillögu til umhverfis- og skipulags Reykjavíkurborgar. Það samþykkt, sem hvað liggur við? Ég er að hugsa hvort að við eigum að segja alveg að það þurfi beigjuljóð til að bæta umferðaröryggið því að ég er alltaf á móti að segja sérfræðingum hvernig að vinna vinnuna sína. En Kannski er einhverjum sem við veitum ekki af. ég vil að segja það, hvort að við hefum átt að vekja bara athygli á það mætti vera bara bara þannig umferðaröryggi bíla til dæmis með beigjuljóð. Góðbúndurinn. Já, það er bara það sko. Já. Ég held að það væri alveg nóg, bara til þess að minna á að þetta sé ekki endilega eina lausnin sem var komið til. Við erum náttúrulega bara mjög gagnlegt að benda á það. Þeir eru nú svo stóð, þeir bara svara fyrir þessu. Ég ekki bara samþykkja þessa og hérna fá okkur sérfræðingarstempilinn eins og við sem sérfræðingar. Er það samþykkt að það var eitthvað? Við erum með fjallbylgjur. Já. Já, ég hef samþykkt. Samþykkt. Já, ég hef ekki aðkvæði þannig að Er eitthvað fundar? já, hann hefur. Það var samþykkt, Lilja. Já. Ok. Herðu, þá, ég setti inn fyrirspurn varðandi stöðu á skóla og leikskóla málum eða plássi í Laugardal og ég fekk svar frá Helga Grímssyni sem er systri. Það er verið að vinna núna í að greina ennþá og það er ekki komið næstu skref í miður. Þessum að það nú vilja sjá kannski aðeins meira hraðana. Ég hef samt fengið boð frá Árelju þegar þetta verður til fyrir hennar ráði, skóla og frístundaráði. Og það er ekki búið að bjóða núna, ekki bara út af þessu máli, en öllum formunum íbúða núna við hefum fengið boð inn á alla borgaráðsveitir. Þannig að þegar þetta mál fyrir, þá mun ég taka samskiptin eru að batna. Það var fundur í sumar þar sem við vorum að ræða svona hvað geti farið betur. Það var þess minnst á samskiptum, sérstaklega uppbyggingu stjórnarins í Laugardalnum. Ég tók fram þann punkt og það voru þessar aðgerðir. Það var boðið inn á borgaráðsfundi, mér er boðið inn á fund skóla og frístundaráði og mér var hleypt að samskiptasvæði myndast. Við förum þá nær vinnu og ég ætla þá að fara í það núna að fylgjast með þessum málum. Hvað stendur til það? Það er ekki búið að afgreiða hana eftir allar umsagnir. Það er líka kannski, það var að vera byrja eftir nýjum skrifstofustjóra. Ég var bara að byrja 1. september. Svo margt og mikið starfsmörk endurnýjun á sviðinu og starfsmörki. Hver er það? Hún heitir Arndís og er mannréttindaráðgjafi en hún er skólastjóri í Já, það er áhugavert. Sofía Varsson. Má ég nú spyrja, hvað er eitthvað ákveðin staðir leikskóla skóla sem eru svona kannski á topplistanum í þessari umræðu? Það er náttúrulega bara þessi nýja sviðsmyndargreining og svo átt að koma annað tímaflutin ævintýraborg á þannig hjá skókunni. Já. Og við erum að reyna að kalla þetta tímalínu á öll þessi verkefni, í hvaða sekundum er farið og íbúðarráðið ítrekkaði við skóla og frístundasvið að þau væru mótfallin því að raska of mikið núverandi grunnskólameistari og bæta við nýjum skólum. Já, það þá unglingadeildina sem hafa verið í Laugardalnum. Já.
Við erum bara að reyna, sem sagt, það var fundur í lok maí, í borgartúni. Maí og júní, eða ekki? En það er ekki, nei, Það var í júní. það er rétt í lok maí. Nei, það var ekki júní. Það er ekki nefnt. Það sem var bara mjög vel, það sem við fórum mjög vel yfir þetta mál af hálfu íbúaráðsins og íbúa. Það var mjög mikið fjallað þessi mál og það var vilji meirihlutans að reyna að klára þetta mál fyrir sumarfrí, tókst ekki og vegna þess að það voru, vegna fólk sem í lögðinni voru mjög ósáttir við nýjusvisum. Það var hlusta á það og það var reyndur ekki prestur til þess að skila þeim svo sem við gerðum saman. Og nú erum við bara að bíða eftir næsta útspili hjá skóla- og vísindaráði. En já, eins og segi, ég ætla að koma inn eftir þessi samfélagi, þannig ég veit og þess að fundi þegar þetta mál ber upp og að vera þess að ég geti lagað inn til. Það er kannski að bæta við að í Gjóaskóla, þeir eru kannski fyrir utan en ráðningardeilda því að við verðum áfram bara einn skóli alla bekki. En Snædís skólastjóri sendi í júní og ítrekaði tók ágústbréf á Einar Þorsteinsson sjálfan þá er í Guðmundsdóttur póstum að Gjóaskóli sé núna eiginlega að springa því að það er að koma inn hverju í hann er orðinn ansi setinn. Það er svona kannski enginn sem ekki beint en þetta er samskonar, það er að springa út. Já, góð. Þetta var móttekið, hann staðfesti móttöku hann innan svona í lok ágúst og lengra er þetta ekki komið í því. Það er ekki enn ást. Ég veit bara þess að það fyrsta í ykkar félögum, samtökum. Og það er náttúrulega það sem auðvitað óþægilegast í þessu, það að einhvers staðar þarf að gera áætlanir og svo þarf að vinna eftir þeim. Og við fáum ekki náttúrulega tíma að setja áætlanir á viðgerðum og húfunum, við fáum ekki, það lítur ekki fyrir það endurskoðun niðurstaða þessari endurskoðun sem var lögð fram samskólingaskóla annars vegar og hins vegar náttúrulega gátu þá að gera með Vogaskóla. Og svo er búið að hanna þetta núna skóla við Vogabyggðina sem líka það heldur ekki fyrir hvenær það fer í framkvæmd. Það er ansi margir boltar á lofti og ferlið þarf að fara einhverja leið. En við náttúrulega ég vil bara minna kannski á að í þessu samtali okkar í vor eða sumar og þá náttúrulega var líka mjög ákveðin rauður þráður sem var að fólk vildi fá aðgang að samtalinu og benti á náttúrulega fleira samráð og að það þyrfti þá að taka samráðið upp aftur. Þannig að sko það að borgarlífið séu þá ekki komin á næsta stig í því að skoða, hvað maður segja. Það getur líka verið niðurstaða að segja, já, við sjáum að leið 4 er ekki fær og við hefum samtali aftur, það er skref. Eða við ætlum samtalið 4, það er líka skref. Það er gera ekkert, það bara kemur. Ég get það saman því. Þannig að það er málið sko, þetta er svolítið, það er að versta útgáfan, það er að gera ekkert og klára ekki allavega ákveðina og fjallum þessar umsögn. Ég skal taka samskipti inn á bráðan aftur árlið, sem að hvernig þetta fyrir að dagskrá í skóla- og vísindaráði og ég skal hópin inn á Facebook-grúpun okkar þegar ég fæ eitthvað og ef það er ekki komið stund þá legg ég til að við söpum í fyrirstöðu. Já. Okay. Saman því, ok, og það frá. Það er fundardagatælið okkar góða. Við erum alveg komin vel inn í það. Næsti fundur þá í 14. október og þetta er mánudagur, ekki all mánudagur. Svo 11. nóvember og svo 9. desember. Mjög gott að það er svona snemma í desember. Ef þið með einhverjar athugasemdir. Nei. Ok. Ég er bara með aðeins. Jú. Þetta er þá lagt í nóvember og já, þeir varamennir líklega aðkvæðlausir hér eða hvað.
segir það nú ekki, en þetta er kannski ekki, þetta er ekkert að hafa sérstakar ágjörðum. Má ég spyrja, nú er ég búið að reyna fund í þetta skipti, þannig að það þarf ekki að vera að ég komi aftur. Já, þú ert að leysa. Ég bara, já, það er því. Já, það er hárið rétt, en fundin hins vegar opnir, þannig að þú ert alltaf vel. Já, góð búin að vera. Ok, það eru allir öll sátt. Flott, alveg samt eigið. Herri, málum hverfisins, þetta var næsta dagskrá. Sko, það er eitt mál sem ég fekk aðsett, já, sem ég getur bara tekið undir málum hverfisins. Og þeir eru fulltrúa mjög greiðari mál. Já. Hann var þetta búinn að minnast á það inn á samskiptahópnum okkar. Hann var að spá í gangbraut að Tónskólanum. Nei, þetta er ekki. Göngulega að Tónskólanum á Framkvæmdasvið, er ekki að því Sigtúnum? Jú, það er fjallað gangbraut í Sigtún í dag, segir hann. Skrifum já. Ef já, þá mætti bæta við að það er stundum klukkuöfri niður göngustíg. Milli Engjatex 9 og 11 klukkuöfri. Það er bara framkvæmda bílarændara. Já, mynda stíginn, göngustíginn. Í dag Ekki að við fyrir klukka. Í dag var trygg bakkanum stíginn til þess að segja plass af jarðvegi af lóðinni. Sama tíma á tryggunum var við vinnu, átti börn leiða göngustíginn í átt til að frá Tónskóla Sigurðsveins. Engar öryggisvaxtanir eru gerðar fyrir þessi keislu, engin fylgdi bílnum fólkgangandi og ábyrgðin öll á bílstjóranum sem var við aksturinn. Þegar skikja tekur er þetta alls ekki ásættanlegt. Man stendur hérna með myndir. Þetta er líklega eitthvað sem getur sett eins og tillögu fyrir hverju stíflasáð eða ef Sko, ef að stígurinn er lokaður fyrir gangandi, þá er það náttúrulega verktakars að lokunum og gera hjáleiðar, sko, vendingar. Ef það ekki að senda honum í namni íbúðarráðsins. Ég myndi segja þetta sem kláði á verktakar. Ég sá líka daginn menn á gröfu, bara við höldum okkur í anekdótunum, menn á gröfu á Velsósvegi, bara að grafa út á götu, það var ekki búið að gera neitt af þetta neitt og það var bara hangandi umferðarna, þeir voru bara að grafa, bara út á túnni, sko. Þannig að það er verktakinn sem er þá ekki að fara eftir öryggisreglum. Ég legg það til að við setjum hérna inn á samskiptahópinn okkar skjal sem vinnum saman, senda þessum verktaka orð varðandi öryggi barna á þessum göngustíg og kannski bara senda líka alveg á umhverfisskilfarsal. Ekki maður svo Engjatex og hvar? Engjatex 9 og 11. 9 og 11. Já. Listaskóli og tónlistarskóli. Það segir að stígnum sem liggur á milli Bandaríkjasendiræðsins og byggingsins hefur verið lokað og börnum því að nálgast Tónskólann sunnanmegin við húsin sem fæði út á bílastæðin við húsin. Umferðin í kringum Tónskólann hefur verið skemmt að fara að bregðast við. Ég skal setja bara allt inn í skjal, deila með ykkur og við reynum að skrifa saman texta og senda frá okkur. Ef ykkur á leið hjá, þá má hann taka mynd af verktakastjórninu, senda okkur, annars finnum við út því. Ok. Þá fyrir við þá í, já, ykkur ennum málum hvaðsins sem þið viljið taka við. Ég langaði að spyrja varðandi leikskóla, eins og Greta tala um síðasta fundi á Laufásvegi. Hvert fór það maður? Já. Ég keyrði sjálf þarna, ég fannst þetta svo áhugavert. Það eru skelfilegar aðstæður fyrir foreldra og barn á leikskólanum. Það er ekki gert ráð fyrir að koma þarna á bílstjóranum. Laugarársvegi. Já, Laufásvegi. Já, Laugarársvegi. Það er Lambhúsvegi, já. Hvert fór það bara áfram? Eða rættir það bara? Rættir það bara. Ég held það. Ef við bara taka það máli? Bara út frá bara svona smáli segir það að hérna Nei, skal bara henda í skjallíka fyrir þetta inn í grúpunni og klára þetta saman. Ég sé bæta við að á sama staði er einhvern veginn að grafa götuna í sundur og fylla hana bara af einhverju möl, þannig að einu akkurinn er bara nokkur einhverjum 10 metra. Það er bara þetta við þessa götubátt, sko.
Nei, ég myndi ekki vilja vera að keyra rauðar á sveginn á mótmælum. Það geti ekki annað en verið erfitt. Nei, ég kannski er það skoða til að koma á myrkvöðunum og svona. Það er eitthvað skilti þetta. Var við þetta, þú veist, þú komum fram með leikskólanum og segja. Kannski gert ráð fyrir hvað heitir gatið byggjum sem er einu. Gatið Rambálsvegur, en við gatið á Rambálsvegur, en já, það er auðvitað verið að gera í leikskólanum sem er hinum megin. Hvað er núna eftir að fólk komi bönn sér? Sko nú, þetta er bara leikskóli sem er á bílastæðinu. Já. Á að koma með bönni, er þetta að lafa þar einu við okkur húsmenni? Nei. Svona veist það ekki hlægt í þetta. Hvað er leikskóli heitir? Sunnuborg? Nei, við Sko, þegar dóttir mín var alltaf fyrir 15 ára var ég bara á 5 ásettra mér. Það voru 2 leikskólar, það var Hlíðarenda og svo þessi stóri, og svo voru þeir sameinaðir á Verndarheimilinu í Sunnuborg. Er það kannski eitt af þessum undarlegu skemmdu húsum? Bara varðandi Engjategin. Ég ætla að fela formina að senda áskorun á verktaka og Reykjavíkurborg. Þannig að ég færi það bara til bókar samþykkt að fela formina að senda áskorun á verktaka og Reykjavíkurborg vegna öryggismála á framkvæmdasvæðinu. Flott. Ok. Sara er að biðja orðið hérna. Ég ætlaði bara ég Þú ætlaði verður bara að komast nær tölvuna, heilt óslæg. Já, en núna, heyrðu núna það? Aðeins betur. Já, ég ætlaði bara að hvetja formanninn til þess að fá inn umferðaröryggisfulltrúa frá sviðinu umhverfis- og skipulagssviði, þetta fá umferðaröryggisfulltrúa sem að fer yfir svona forgangsröðun umferðaröryggisatriða og í kjölfarið geti ég bara lagt tillögu að bæta og tryggja öryggi barna þar sem að á þeim stað sem að þið voruð að ræða áðan hann á milli. Mín reynsla er svo að þeir hafa brugðist mjög hratt og vel við þegar það varðar öryggi tengt börnum. Þannig að ég bara hveti ykkur til þess að fá það inn á næsta fund. Það er mjög áhugavert. Góð ábending. Sammála því? Ég held við höfum fengið samgöngustjóra eða fulltrúa frá þeim síðustu vetur. Já. Eða kannski lengra síðan. En það er ekki þar með sagt að hann geti ekki komað aftur. Er það Þorsteinn? Þorsteinn er farinn, Guðbjörg er samgöngustjóri og hún er með gott fólk á bak við sig líka. Já, en þetta er bara svona sérfræðingur sem er í forgangsröðun á umferðaröryggis innan hverfanna. Við fengum þetta í Breiðholti sem að ég gegnum formennsku fyrir. Og það var bara mjög áhugavert að sjá hvernig þeir vinna og hvernig þeir ná svona, eða bara vinnubröðin eru rosa fagleg og flott og það er bara mjög áhugavert að fá þessi umferðaröryggisgleraugu inn í hverfið sitt. Það var bara það. En þið ráðið ferðinni sjálf, þetta var bara svona auka gulrót. Ok, góða mynd. Heimir, skoða þetta mig. Man umferðaröryggisstjóra. Já. Það sem hefur svarað okkur varðandi göngubílana og þetta svona. Já. Hvað heitir? Ok. Svo skjör. Með 70 starfjald. Stærstu á borginni. Já, hann kom og var ekki Bjarni, hann kom og ræddi við ykkur bæði brúna og vörfærs. Já, það fengum við, ég man ekki hvort það kom, en hvort við fengum við. Já, þeir kom og þeim gegnum hugmyndafræðina með ykkur, eða þú veist, aðstæður og forsendur sem þeir vinna eftir. En við höfum ekki beðið hann sérstaklega útnetta á hverfinu sem heild, sko, þetta er svoleiðis. Hann tók listuð upp nokkur atriði fyrir hann og hann fór í þau. Já, þannig að það er ekki langt síðan að við áttum samtal við hann og hann náttúrulega Þau hafa verið mjög liðlega að komast.
Þá eru einhver önnur mál kvöldsins sem við viljum Það er kannski framvartandi, ég ætlaði nú að nefna áðan, þarna í þarna á fyrsta punkti, þessi nýja landbygging sem kemur þarna yfir við Skógdalsbrún. Þarna sko örugglega helmingur af öllu skólpi landsins að fara út í sjó og það er verið að fara að fylla það yfir, það er yfirfall og svona. Eru veitur með í, það var að reynda að vona veitur séu með í ráðum, það er margt í þetta, en það þá að framkvæma ansi mikið fyrir þessar mjög mikilvægu stöð sem er að losa yfirlega megnið af þetta skólpi höfuðborgarfræðins og einum það. Ég vildi kannski benda á þetta bara vísanlegast. Ég held að veitur sé í mörgum tilfellum umsakaraðali. Já. En þetta er Garðabakkinn sem við vorum náttúrulega fjallum á það. Á þess að þekkja þetta málsum. Ok. Og Garðabakkinn, ef ég má fylgja þessu, Garðabakkinn er sem sagt, og þessi lóð sem að veitur eru með þarna, veitur eru búin að gefa leyfi fyrir að minnka lóðina þeirra, en aðalskipulag segir að þeir þurfi stækkun. Þannig ég er ekki alveg sannfærð að þetta hafi verið rétti aðeins sem svaraði fyrir þeirra hönd. Ég skulum vera hreinskilin. Af því að aðalskipulagið segir til 2030-40 manni hvað það nú er, 40 líklega frekar, en aðeins veitur þurfi stækkun. Þannig að ég býð til að ruskið alveg þessar deiliskipulagsbreytingar og helst bara lært við svona aðskipulagið. Við erum búin að samt svona. Ok. Já, er það ekki svo næstu liður, hann ekki lokaður? Já, það var svo sem hún Elísabet sett hann sem lokaðan, en við tókum upp breytt verklag síðasta veitur. Ok. Já, eftir ábendingar frá skrifstofu borgarstjórnar. Þannig að liðurinn er opinn, en gagnið það er trúnaðar á gagninu. Þannig að það er þetta að ræða málið fyrir opnum tjöldum, en gagnið er ekki opnum best. Já, það er náttúrulega. Ok, en þessi greinargerð ráðstöðu styrkja úr hverjusjónum. Þetta er verkefni sem við þekkjum. Ég náði ekki að mæta. Þarna er kostnaður og aðeins umfram. Það er búið að framkvæma. Ég er búinn að fara og kíkja á það. Gaman að sjá hvað gerst þannig. Þetta svæði hefur ekki verið í sóma. Það er sammála sko. Og þetta sýnir náttúrulega að þetta gerir mikið litlu og þetta er náttúrulega bara mjög miklu eldhuga sem að standa að þessum framkvæmdum. Það er samanskapið finnst mér náttúrulega óskaplega framfylgt að núna 20 árum eftir að sótum að byggja þá er lóðin alveg jafn ónýtt við hliðina á þeim og með sér bara sömu steypubílarnir en við sveifir þá þegar þeir hættu að ganga frá þeim sér sko. Ég vil ekki koma þetta nýlega í kjæðut, en það er sama. Lóðin hún er sem sagt. Það liggur ekkert fyrir hvenær verði eitthvað framkvæmt á henni og garðurinn býður alltaf eftir því að verði byggt á lóðin. Þetta er Og aðeins byrjar að skilja þetta í haustlýsinguna. Já, það er ekki sko. Það er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt verkefni og Já. þetta er mjög rættast. Já. Það veist ekki vel. Þetta er bara flott verkefni. Einhver segir eitthvað að lokum? Það er svið. Ef ég má spyrja. Halló, heyrðu í mér? Já, mjög lágt. Já, mjög lágt. Það er að tala herra. Það skánar öðrulítið að tala herra. Ok, ég ætla að prófa að taka honum. Ég held að þetta sé okkar að kenna en ekki þér. Heyrðu eitthvað betur í mér núna? Yes. Já, ok. Bara mér til upplýsingar á fyrir forvarnissækir. Þessi reitur, þarna ármannsreiturinn, hefur eitthvað verið planað meira með hann, munið þið það?
Hver eru var ekki fyrirætlanir? þannig að það átti að náttúrulega vera stækkun hann fyrir hjúkrunarheimilið. Já. Samþykkja nýtt deiliskipulag fyrir þetta og fjárfestingafélag sem var búið að eignast, fá samþykkt deiliskipulag fyrir íbúðablokka. Já, og þetta átti að vera, þetta var frátekið fyrir stækkun hjúkrunarheimilisins, svo fer þetta í nýtt deiliskipulag að verða íbúðum og það verkefni er stopp. Það ekkert að gerast. Ég heyrði einhvern tímann að þetta væri sami framkvæmdaraðilinn og væri að byggja fyrir ofan veg. Ég veit ekki hvort hann er að bíðast að klára það ef hann færi sér niður fyrir. Heklurétturinn. Já. Ég held Lilja, er þetta ekki deiliskipulag síðan síðasta vetur? Ég held að það var samþykkt síðast. Það er ekki langt síðan, 1-2 ár kannski. Já. Það ætti að vera inn í skipulagsgáttinni. Já. Ármannsreitur. Það var kært og svona, en þetta er samþykkt þarna íbúðablokk og í óþökk íbúða veit ég og því að menn höfðu áhyggjur af umferð og ýmsu sem að þetta var breytt að notkun. Já, var það eitthvað tengt Sóltúni eða var þetta bara sjálfstæð almennar íbúðir? Ekki tengt Sóltúni, bara almennar íbúðir. Ok. Takk fyrir það. Þetta var bara forvitni fyrst að þetta mál, fyrst að reiturinn kom upp sko. Og takk fyrir að leyfa mér að sitja fundinn. Já, takk fyrir að lesa af. Það er mínir ánægð. Heyrðu, það var bara komið. Takk fyrir fundinn. Já, ég ætla píningu til að blessa. Takk fyrir fundinn og takk fyrir boðið. Þú settir á okkur, sína okkur. Já. Það er 16. Níundi, var ég með 16. Gott að einhversi vakandi. Það er eitthvað að sækja á því núna. Nei, það er ekki fólkslega ekki. Þessi eru hægt að nota Webex, það er bara í þessu. Svo. Teams. Já, það er ekki svona. Eru nöfnin ykkar öll rétt? Já, náttúrulega. Friðjón, er hann inni? Friðjón kemur inn hérna í fjórða lið. Ok, flott. Já. Hann var hann. Ég var reyndar mættur á íbúðaráðsfundu Laugardals á Webex 12:30 sko, en það var enginn þar nema ég. Já. Þetta er í þínu Heimir Guðmundssons personal room. Ég var í herbergi íbúðaráðsins. Það er voðalega, já, þetta kemst í samtla, ég er komin í fæðingarorlof, það klikkar aldrei aftur. Afsakið. Ekkert mál. Myndi maður endur að fylgja með líka það kannski? Hún fer með rafrænni. Ok, flott. Ok. Allir sáttu við þetta? Já. Flott. Ég er svo. Þá er ég til í að sleppa ykkur ef þið lofið að svara hratt og vel í rafrænni undirritun. Ok. Já. Gerum það. Það er enginn vinnu oftleysis. Við vorum svona eitthvað. Við gerum tilvíð til að hafa klukkan opna. Þeir eru bara... Já, það er bara skella. Pínum skátt. Já. Takk fyrir þetta, fundurinn er búinn. Já, finnst þetta. Það var svona skrýt, það var sett í falsi, sko. Já, Og þessi fest við glundakarnum, sko, það var bara og svo var Það finnst þetta verðana. ég var að vonast til þess að það er eitt af þessum sumum og svona september er besti mánuðurinn. Já. Ég sendi konuna bílkorn fyrir Júlísi og þú er hérna komin bíl. Ég var í gera þetta með að flygi.
Hvað var myndlist? Ég ákvað að vera heima þetta sumar. En maður er komin að heim. Já, Já, hvernig var? það er það. Það var bara ditt út til Barcelona.